Góðan daginn, kæru vinir. Við erum að rifja upp æsku árun okkar og ég mín og þú kannski þín seinna, ef þú hefur ekki þegar gert það. En allavega þau eru þarna og ég og mín og þú átt þín. Og ég hef þetta bið að þín séu bara góð eins og mín voru og eru. Það góðu grunnur sem við leggjum með góðum árum til að byrja með. Og flestir held ég eigi nú þessa sögun. Eins og við vitum að þá eru það því miður ekki allir. En hvað það, hvernig sem það allt saman er og var, að þá gerðum við nú margt mjög svipað. Við vitum að skólagangan okkar var eitthvað sem lá framundan okkur. Það að segja, eftir að skólaskyldu lögin koma og hér áður fyrir þá var nokkuð ólæsi á Íslandi og sumt fólk sem lærði aldrei hvorki að skrifa né lesa. Það stafar ekki af heimsku eða neinu slíku. Heldur þetta bara eitthvað sem þú þarft að læra. Og þetta var gert því að það átti að breyta þessari þjóð í læsa og skrifandi þjóð. Og það var gert með því átaki að lög voru sett að skóli skyldi vera frá 7 ára aldri til 14 ára aldurs. Það voru svona skólaskyldan. Ég veit ekki hvort að tímakennslan svokölluð kom eftir eða hvort það var gert ráð fyrir henni strax. En allavega tímakennslan hét nokkuð sem að foreldrar gátu ef þau vildu, takt eftir því ef þau vildu, þau réðu því sjálf, pantað hjá skólakerfinu. Og ég held að þau hafa nú þurft að greiða eitthvað fyrir það. En sumir foreldrar þeir vildu aðeins bæta við skólagöngu sinna barna og voru með þessa tímakennslu hjá sínum börnum sem segir að þau börn hófu skólagönguna árið fyrr en við sem byrjuðum 7 ára gamlir. Og hvenær var ég 7 ára? Ég fæddur 53, þá hef ég verið 7 ára 1960. Og það er einmitt sama ár og við fjölskyldan flytjum á þá Kirkjuveg 19 sem 2 árum síðar breytist í Hellisgötu 15 sem er ennþá sama húsnúmer og er á þessu húsi sem stendur enn þann dag í dag í nákvæmlega sinni mynd sem það var smíðað í, hvenær 1918 eitthvað svoleiðis. Þetta er gamalt hús. Og við sem sagt örkuðum þessa leið á okkar 2 jafnfljótum til þess að fara í setningu skólans 7 ára gömul. Yfirleitt þá fór maður þessa leið bara einn en til að byrja með í einhver fyrstu skiptin þá gekk með mér, minni mig systir mín vildi svona vísa mér veginn og leiða mér þarna þessar götur og þær voru nú svo sem ekki margar en manni fannst nú alveg nógu langt að fara. Við gengum út Hellisgötuna yfir Reykjavíkurveginn sem var jafn brött brekka þá eins og hún er í dag, kannski brattari, allavega ekki óbrattari. En nokkuð ljóst að vegurinn var mjórri en núna. Hann var 10-akstursgata,
Þannig að við vorum fljótari að fara yfir götuna en við værum í dag. En þá var heldur ekkert malbygg, heldur möl. Eins og allar aðrar götur í Hafnarfirði voru árið 1960. Eða allflestar götur voru árið 1960. Skúlaskeiðið var steypt. Þú veist hvað skúlaskeiðið er, þekkið þetta allt þarna. Það var eitthvað 62-63 eitthvað svoleiðis. Það var mikil bylting. En hvernig var þessi skólasetning? Það man ég því miður ekki. En ég man bara heldur ekki hvernig mér leið, hvaða hugsanir flugu gegnum þetta barnshöfuð. Það hafa óbyggilega verið margar og óbyggilega stórmerkilegar allar saman. En, sem sagt, fyrsti veturinn líður og þessi sem að þú ert að horfa á kemur ólæs úr fyrsta bekk. Eitthvað kunni hann nú að reikna svona eins og gert var áður en læsi, nei takk, það var ekki. Og svo líður næsta ár og skólaganga númer 2 hefst og hún líður með sínum tímum. Þá var kennd biblíusögur og nú ertu alveg bara rassandi. Þér rís haugur, sé ég bara, svei mér þá. En þetta var eitt kennsluefnið. Og við lærðum eins og börn læra og kannski enn, ég veit reyndar ekkert hvernig stundardagskráin lítur út í dag. Lærðum Íslendingasögurnar, sem þykja nú merkilega sögur og eru það örugglega, en þetta er veruleiki okkar Íslendinga. Þær eru skrifaðar og skráðar að hluta til í Íslendingasögunum. Og við stunduðum okkar leikfimi, vorum misjafnlega fær í leikfiminni, svo gengur og gerist. Ég gat nú aldrei neitt í leikfimi, að þeim hefst nú svo leiðileg. Það er aðeins nú svolítið að því hver árangurinn er, hvort manni finnist eitthvað skemmtilegt eða leiðilegt. Og ef manni finnst eitthvað leiðilegt þá segir sér sjálft að það getur nú ekki orðið mikill árangur í því. Og við vorum í handavinnukennslunni upp á lofti í leikfimishúsinu, í endanum á húsinu. Það var aftur á móti svolítið svona mín deild. Mér fannst alltaf gaman að smíða. Naut mín mikið með timbrið og heflana og sporjárnin og allt það. Og það sem maður lærði þar býr maður í raun og veru enn að. Nota þessi verkfæri og svo framvegis og svo framvegis. Maður býr í raun og veru enn að þessu. Þannig ekki var að þetta nú allt til einskis. Þegar í fyrsta bekk gekk maður upp alla stiga Lækjarskóla upp á loft og var í stofunni út í enda hægra megin. Þetta voru mikli gangar og mikið labb og það var svona frekar lítil stofa þar í endanum og þar voru við allavega 7 ára bekk og gott ef ekki næsta bekk á eftir, minni það. Hvað voru margir í bekknum? Ég man það ekki, en allavega var hvert borð, hver manneski að þess að það var setið, 2 sátu við hvert borð og þannig að bekkurinn hefur nú verið svona einhver, 20 manns kannski, giska já, kannski voruð færri eða eitthvað á því róli. Hver var kennarinn? Ég man það ekki. Held nú ekki að það hefði verið Helga Friðfinnsdóttir sem að kenndi mér og okkar bekk allavega í nokkur ár, nokkra vetur. Ég held reyndar að hún hafi ekki verið þegar við vorum að koma inn. Og blaut og bak við eyrun og kunnum ekki neitt sem heitir lærdómur.
nema bara það af lærdómi sem að bara lífið sjálft færir. Það nú merkilegu lærdómur, við gerum ekki lítið úr því. En eins og þau segi, þá fer þessi heim að vori ólæs. Og hann hafði mjög fallega tölu í einkunnabókinni sinni þegar kom að orðinu lestur 0,3. Sem segir auðvitað, Konráð minn, þú ert ólæs. Þeir hafa sett 0,3, ég man alltaf til þessu, í staði fyrir að vera bara með 0,0. En þeir hefðu alveg getað gert það því að það hefði verið líklega réttara heldur hitt. Akkur var ég ólæs, akkur maður það sem maður er. Ég veit ekkert það. Og það var sama yndislega talan sem ég fékk eftir 8 ára bekkin. Og í töflunni sem staði mér einkunnina stóð 0,3. Var maður undrandi, ég pældi ekkert í þessu. Þetta var bara niðurstaðan og var ég skömmustulegur og fúll í framan, ég held ég ekki. Ég minnist þess ekki. Voru ekki allir alveg ógeðslega hneykslaðir á þessum dreng. Ég var aldrei var við það. Hann væri neitt að fetta fingur út í þetta. Og það var aldrei talað um þetta heima að drengurinn væri ólæs. Það getur vel verið að kennarar og kennarafundum hafi stungið saman nefjum hann Konráð, hann er ólæs drengurinn eftir 2 vetra. Maður var að gera eitthvað, ekki að rista eitthvað upp í honum. Líklega hefðu þeir farið til sérfræðinga í dag og sérfræðingur gefið álit um þetta. Og kannski hefði hann sett einhverja töflu mér í munn sem átti að skerpa þetta eitthvað. Hann er ekki gefin tafla við öllu í dag. En það var ekki gert. Svo þarna sem sagt sumarið eftir, þá gerist nú bara undur. Þú veist að það er til blað sem heitir Morgunblaðið. Og Morgunblaðið var vinsælt blað á þeim tíma sem að held ég hafi nú bara borist inn á hvert heimili, nema kannski allra hörðustu alþýðubandalagsmanna. Það var illa við mokkan, en kannski keyptu það, ég veit það ekki. Þeir fengu annað blað sem heitir Þjóðviljinn og lásu það spjaldan á milli. Byrjuðu bara blaðsíðu 1 og þeir voru tryggir og traustir alþýðubandalagsmenn og þá bara lásuður allt blaðið í gegn, orðið til orðs. Þeir geta að kaupa eitthvað sem þeir ætla ekki að nota og þannig að þeir gjörnýttu það. Kannski var ekki moggi á því heimili, en moggin var partur af mínu lífi sem krakka. Það var eina blaðið sem maður las. Og þá skeður þetta undur að þessi maður, sem þú ert hér að horfa og hlusta á, hættir, maður flettir náttúrulega alltaf blaðinu og maður skoðaði myndirnar, maður gæti ekki lesið. Og hann fer nú líka að skoða myndirnar og lesa. Þannig að kennslan sem hafði þó farið fram, ef maður greip ekki, hún var nú samt að virka, svo allt í einu bara small þetta saman. Og þess að ég fer að lesa, eins og ég segja oft, þá kenndi moggin mér að lesa. Takk moggi. Og þetta er nú staðan. Og það líður og býður að skóladeginum og nú er ekki lengur systir mín með í för og strákurinn orðinn að verða 9 ára, byrjaði hann ekki í september. Það ekki, jú, ég sennilega er ekki orðið 9 ára þegar ég fer þarna Hellisgötuna yfir Reykjavíkurveg og áfram upp Hverfisgötuna.
með skólatöskuna á bakinu, líklega á bakinu. Vorum við ekki alltaf með hann á bakinu í Englandi. En þegar maður voru orðinn stór og stæltari og allt það þá var maður með þetta hélt maður á skólatöskunni. Ég held að maður þótt svolítið barnalegur að vera með þetta á bakinu. Þannig að við vildum með þetta vera stóri strákar. Og við heldum á þeim. Og það voru alls konar sögur það að halda á tösku því að það var nú bara hreinlega það að maður gat fengið hryggskekkju á því. Þannig að börnum var uppálagt að skipta hendi á meðan þeir væru að ganga með töskuna. Ég veit ekki hvort þetta var rétt eða ekki, það getur vel verið þetta sé rétt. En ég held að maður hafa nú gert þetta, maður skipti á leiðinu og var með hann í hægri hendinni og fór svo með hann í vinstri hendinni og skipti svo aftur. Allavega kom engin hryggskekkja upp í þessum dreng. Og svo, sem sagt, ok, ég kem þarna, skráður inn og þá held ég örugglega Helga Friðfinnsdóttir sé orðin kennarinn okkar bekkjar. Ég var alltaf í C-bekk, var aldrei í Tossabekk, en var alltaf í næsta bekkur ofan Tossabekk, sem var C-bekkur. Tossabekkur, A-bekkur, skipti, var enginn að pæla í því. Þetta var bara svona, ég veit ekki akkur þetta var svona, en goggunnar. Það örugglega sagt í dag en það var enginn að velta því fyrir sér. Við vorum bara í skólanum, við vorum að læra, sum gekk vel og öðrum ekki vel. Það var nú ekkert pælt í öðru. Ok, ég kem þarna inn, sest á minn stað. Það var svona einhver stað við miðjan sal í miðjuröðin, ég held ég hef alltaf verið þar. Stelpurnar voru við gluggað mann stað. Og svo voru 2 raðir, borðaraðir, út stofuna og ég held ég alltaf verið í miðju röðinni. Eða yfirleitt alltaf. Besti staður maður sá best á töfluna. Og svo kemst það nú upp. Ég var ekkert að pæla neitt í því. Var alveg saman það, ég vissi bara hvað ég gat. Að drengurinn orðinn alveg fluglæsmaður. Alveg lesi eins og lestrarhestarar gera og gerir það bara ágætlega. Og þá fékk ég verðlaun, ég man alltaf eftir því, ég var öfundar alveg skelfilega verðlaunni. Það var enginn að velta því fyrir sér að það væri vegna þess að ég kunni nú allt í að lesa. Heldur var það vegna verðlaunanna sem ég var skelfilega öfundaður. Það voru 2 bækur í boði, ég fekk eina fyrir það að skila bestum árangur á milli ára. Fór ólæs úr seinasta bekk og kom fluglæs í næsta bekk sem var þá 9 ára bekkur. Við vorum alveg skelfilega öfundu bæði. Það var ég sem svo var einn stelpa sem kunni ekki neitt. Hún fekk bók, það öfundu hann allir af bókinni. Það var enginn að hugsa neitt annað. Ekki heldur hvers vegna hún fékk hana. Þetta átti auðvitað að vera hvatningaverðlaun fyrir hana greið en þetta var einhvern veginn mórall, það var enginn að velta þessu fyrir sér. Við bara sáum bókina og ámaður, mér langar í svona bók maður. Hvor ég kanni bók? Hvor ekki ég bók? Tassan Ababróðin maður, það var alveg, það var það besta sem við fengum. Og þessa bók átti ég las mikið og las svo ofta að kápan var farin af. Þannig það alveg ekta nýtni á bók og kápan dettur af og innihaldið bara eftir. Svona var nú það. Fluglæs drengurinn. Takk Moggi aftur. Þetta eina og fyrsta skipti sem ég fengi verðlaun í skóla, en ég þó get státað að því ef það eitthvað til að státa, ég veit það ekki. Við vorum í söng, herra Ásgeir Ásgeirsson var það ekki, söngkennarinn, Jón Ásgeirsson fyrir ekki við. Kenndi okkur söng, glaðlegur, skemmtilegur kall.
eftirminnilegur maður. Og hann var að kenna okkur söng þarna 2 vetur. Fyrsta bekkinn og annan bekkinn og kannski 3 vetur, ég man ekki alveg hvernig þetta var. Ég man svo sem ekkert hvaða söngva hann var að kenna en ég man hann settist í píanóið og spilaði á það, enda flinkur tónlistarmaður og hefur samið mikið af tónverkum en nú látin í dag held ég, örugglega. Þótti svona svolítið flinkur að semja lög og mörg tónverk til eftir hann, svona klassísk og kannski var hann í dagurlögunum líka, ég bara veit það ekki. Allavega var hann mjög eftirminnilegur tónlistarkennari Jón Ásgeirsson. Ég held að við séum alveg sammála það sem að til þekktum. Svo kemur þarna hættir Jón og það kemur nýr tónlistarkennari. Og það var svo sem ágætu greið og allt það, en þetta var hár, grannur maður með minni með skegg. Og hann náttúrulega vildi kenna okkur rétta kennslu í tónlistinni, en þá komin inn í þetta Beatla-dæmi, það þá komið upp. Og það var nú erfitt að afbítla bekkinn því en hann reyndi það, gerði heiðarlega og góða tilraun til þess að afbítla krakkana. Það tókst ekki, ég held að hafi haft þveröfugu áhrif, við erum ennþá Beatla-óðari eftir hvert tíma hjá blessuðum kallinum. Og svo kemur að jólaskemmtun, sem ég man nú ekki alveg hvernig fór fram, en ég man eftir því að þessi yndislegi maður, hann glamrar hann eitthvað píanóið sitt og eitthvað klassíkina, hann var mikið elskur að klassík. Og svo snýr hann sér að bekknum eða hópnum, það var bekkurinn, ég man ekki hvernig það, allavega voru ekki allir bekkirnir saman á skólaskemmtuninni, jú, ég held það. Upp í söngsalnum og efstu hæð, í endanum vinstra megin og efstu hæð, þar var söngsalurinn og spyr óskanlegtak. Og alveg bara allir hérna í bekknum bara tóku samstiltir undir eitt lag með Beatlunum. Það var nú ekki það sem maður var að biðja maður sá bara svipinn á honum og hann var sko ekki ánægður með þetta. Þau var ábyggilega fundist að kennslan hafi gjörsamlega mislukkaðist hjá sér. En hún mislukkaðist ekkert nema bara við vorum á annarri línu en hann. Það var ekkert meira mislukkaður en það. Og vegna þess að hann í votta viðurvist bað óskalag. Gat ekki slegið á nótur píanósins einhvern svakalega klassískan söng með Beethoven eða Mozart. Ekki það að þeir kunni ekki að gera góða músík. Heldur var hann að gjöra svo vel, algjörlega ósammála að spila þetta Beatla-lag. Hann söng það nú ekki en að spila það og við alveg svoleiðis hann settum hann á stalli ofar en hann kannski var og þannig að hann spilaði þetta svo flott, þetta var alveg eins og hjá Beatlunum, það var nú hábúndurinn ef að menn náðu þeim gjörsamlega og hann gerði það. Og svo lýkur laginu og strax og eftir kemur klassískur tónn. Hann baði ekki fleiri óskalag. Hann algjörlega lærði sína leksíu og tók enga sénsa með það og ábyggilega leitaði hugan hvort hann væri á réttum stað. Það ekki nokkulega að afbítla þessa krakka, maður, ég stend ekkert í þessu. En hann reyndi það. Það var skemmtilegar minningar sem við eigum frá þessum tíma. Og sem sagt, en ég var nú að viðurkenna það, ég var nú reynt að rifja þetta, ég man ekkert eftir þessum litlu jólum.
man bara eftir því að mér hlakkaði alltaf rosalega til þeirra. Þannig að mér hefur fundist ábyggilega mjög gaman á þeim, en ég man ekkert hvernig þetta fór fram. Ég man bara eftir þessu atviki vegna þess að þá voru Bítlarnir komnir upp og við vorum náttúrulega alveg svoleiðis bara, og við vitum nú hvernig þetta var. Og af því að kallinn tók þessu svona, algjörlega stór hneykslaður á vali og ábyggilega eins og við vorum að tala um áðan runnið upp og þetta ekkert gagn að þessari kennslu hjá mér. Hér hann afbítlaði engan. Hann undirstrikaði kannski eitthvað var að til voru þessir ágætu menn. En hér eru við ágætis menn allir saman og Bítlarnir höfðu nú ekki þau áhrif sem að einhverjir töldu á æskuna. Og svo koma frímínútunum. Það voru góða stundir. Við hlaupum út á hlóðina. Þeir sem áttu einhvern aur í vasanum yfir í Snorrabakari þarna rétt hjá, fengu sér hálfan snúð. Það var hægt að kaupa hálfan snúð. Ég man ekki hvort það var hægt að kaupa 1/4 snúð. Það var allavega hægt að kaupa hálfan snúð og alveg svoleiðis heitir og fínir, maður aldrei fengið betri snúða en í Snorrabakari í skólanum. Maður átt þetta bara án neinstrykjar, en það var ekkert alltaf sem að fór að kaupa snúð, því að stundum yfirleitt áttu maður bara engan pening. Og þá fór maður nú lítið og keypti snúð, en stundum átti maður pening og þá var snúðurinn fyrir valinu og það var alltaf tróðið. Þetta var nú lítil búð. Það var komið inn hurðin alltaf og þar var smá gangur og afgreiðsluborðið og til að fylla það svæði þurfti nú ekki mjög marga. En snúðarnir voru góðir. Alveg bara, þið bráðnu í munni þegar maður var að fá þá alveg nýbakaða. Og þaðan fór maður inn á skólalóðuna aftur og inn í allt fjörið sem þar var og það kom fyrir að einhverjir voru að tuskast og velta sér í ríkinu. Einhverjir strákar, stelpur, ég man nú aldrei eftir að þær hafa farið í átök. Og það gekk þangað til að kennarinn kom og stíaði þeim í sundur og menn hlýtu svolítið lúpulegir. Létu skassmunina fara með sig. Já, þetta var í skólanum svona að hluta til og sem ég hef nú stundum sagt frá að mér leiddist alveg skelfilega í, en þetta var svona svart-hvít mynd sem maður getur dregið upp á því. Mér er það mjög minnisstætt til að mynda. Maður fór náttúrulega í sumarfrí og alveg bara skelfilega feginn að komast í sumarfrí eftir skólan. En svo þegar fór að draga aftur að skólanum að hausti, þá fór maður að hlakka til. Þetta var svona haltu mér, sleftu mér svolítið dæmi. Hlakka til, ekki vegna þess að það var að nema. Þetta til þess að hitta þessa krakka, ég man því. Það svona togaði meir í mann heldur en kannski oft áður. Hitta þessa krakka. Þetta voru auðvitað margir vinamanns voru þarna í skólanum og allt saman það. Þannig að það var svona svolítið, þessi skólavist var svolítið svona haltu mér, sleftu mér. Og ég man eftir einum frímínútum sem voru með þeim hætti að einn yngri bekkjardeildarmaður fer að spjalla við okkur nokkra og hann kemur með þá sögu. Hann hafi séð hann hafi séð starr í leigubíl. Starr, sagði ég, mann að sagði starr. Og ég vissi strax auðvitað við þessu Ringo Starr. Og hann var einn af Bítlunum. Hann hefði séð hann í leigubíl í Hafnarfirði.
og þau getur nú rétt ímyndað ykkur hvort hann væri ekki spurður spjörunum úr og þau getur rétt ímyndað ykkur hvort hann væri ekki svo upphafni þann dag og hann var alveg svolítið skaffariður í spurningu því að auðvitað trúðu honum alveg svo nýju neti hann hafði séð Ringo Starr. Ég fekk aldrei neina staðfestingu á því og ég held að þetta sé ekki rétt hjá honum því að Ringo Starr kom til Ísland en held ég alveg örugglega ekki á þessum ára, það var löngu seinna. Ég held að neinn af Beatlunum hafi komið hérna við á meðan að Beatlaæðið var í gildi, það held ég ekki. Og allavega ekki til Hafnarfjarðar í einhverjum haffiskum leigubíl. En það kann að vera svo sem hann hafi séð einhvern líkan honum í leigubíl með svipað hár og Ringo, sumir voru með hársítina hans og þeirra. Ok, þetta bara Ringo Starr, svo fer hann bara með söguna. Og hann eru krakkar. Hann svona var svolítið útbeldur af því að athyglinni sem hann fekk og við alveg svoleiðis jusum hann spurningum og hann svaraði alveg svoleiðis að reybrennandi eitthvað og ok, allt í lagi með það og ég fer heim eftir tíman og ekki alveg laust við að maður liti inn í leigubíluna. Kannski var Ringo þarna en aldrei sá ég neinn Ringo. Og þannig gekk í næstu dag að maður, ef að komið leigubíll og kíktum að kannski Ringo í Jættusettinu. En ekki var hann þar. Þetta var þegar Beatlarnir voru og hétu og við 9 ára orðnir smá Beatlaóðir. 9 eða 10 ára, kannski var ég 10 ára, ég maður það ekki. Kannski var þetta 4. bekkur sem ég var í. Svolítið á Reykji. En sem sagt, litlu jólin voru áhugaverð en ég viðurkenni það, ég man mjög lítið eftir þeim. Og það sem ég man bjargaði þessi ágæti yndislegi tónlistarkennari þegar að spurði okkur óskalag takk og fekk Beatlanama. Verra gat hann ekki fengið. En vegna þess að hann, eins og vorum að tala að gerði þetta í vitt og votta við skólastjóri og allir topparnir maður, hann gat ekki hætt við þetta og hann spilaði Beatlalagi, laukði af alveg fljótt og hann gat eða svona, var vel gert hjá honum og svo hellti hann sér beint í klassíkina og þannig var bara 10 mínút klassík og við gespuðum. Hún var ekki mikið hrifin af henni. Þetta voru hluti af skólanáminu mínu. Leikfimi. Eins og ég sagði áðan, þá gat ég nú ekki til leikfimi og mætti svona stundum og stundum ekki. Sund, jú. Hét hann ekki Yngvi, svo sem kenndi okkur sund, minni það. Og í sundtímunum þar lærði ég að synda. Ég man eftir því að hann lét okkur sitja á bakkanum og gera fótaæfingar eins og við séum að synda bringusund. Ég held að þetta sé gert ennþá þegar krökkum kennt að synda. Ég man ekki, ég held reyndar að það hefði verið til svona stöng með belg sem var settur undir belginn á krökkum og þeim kennt sundtökin og haldið í stöngina þannig sikk ekki. Ég man nú reyndar ekki eftir því að ég hafi verið í svona stöng en samt það nú eiginlega nokkuð víst að það hafi verið því að þetta þurfti ég bara að læra þetta eins og allir hinnir. Þannig að ég reikna með að ég hafi þurft að vera í þessari stöng og hún er svolítið sniðug þessi stöng því að hún þetta hjálpartæki besta að kennarinn heldur í stöngina
og sér til þess að þú gerir þetta rétt og leiðbeinið er bara í vatninu. Þannig að ég held að betri aðferð til að kenna krökkum að synda sé nú ekki til. En kannski var ekki stöng, ég man það bara ekki, en allavega seinna kom hún og ég held reyndar að hún hafi verið þá. En get ekki alveg fullyrt að því að þetta er ekki allt sem var bara leikandi í minninu. En svo kom að því að skrópa. Það var nokkuð föst deild hjá mér og sumum af okkur og þannig maður skrópaði bara því maður nennti ekki að vakna ef það var fyrir hádegi. Þá var maður bara erfiður á morgnana hvað það var þar og svo kom mamma blessunin og sagði að skólinn kallar. Mamma, ég er veikur. Æja, henni minn þá sefur við bara áfram og loka hún. Og ég alveg svakalega feginn maður og svaf til hádegis. Og þá var maður ekki veikur og beint út að leika sér. En svo var maður spurður daginn eftir. Það var alltaf lesið og Konráð, já, svaraði ég. Þú mættir ekki í gær? Ég var veikur. Veikur var skrifað. Það voru ýmsar afsakanirnar. En þetta var svona auðvitað úr siður en þetta er það sem maður gerði. Og ég man aldrei eftir því að neinn hafi verið neitt að fjargviðrast út af því að sumir væru alltaf skrópandi. Það var bara partur af þessu. En þeir sem voru svona, þeir fóru aldrei í A-bekk. Þeir voru í C-bekk eða D-bekk, það var neðsta þrepið. Það var ekki kallað tossabekkur, en ég held hérna einu sinni þá hafi nú þetta verið kallað tossabekkur. Tossabekkur. En það var ekki þegar ég var, en ekki nema við vorum kannski svona okkur á milli að kalla þetta tossabekk. En þar voru bara krakkar eins og ég og þú, ágætis krakkararnir á milli, eins og alls staðar er. Þannig að þetta var nú skólagangan. Og svo fórum við í 12 ára bekk, lögu við vistinni í Lækjarskóla og í fyrsta bekk gagnfræðaskóla sem tók við, eins og við sögðum, 12 ára bekk. Svo kom fyrsti bekkur gagnfræðaskóla og hann fór fram upp í Flensborg. Og þar réð ríkjum herra Ólafur Kristjánsson, var hann ekki Kristjánsson, og stýrði þar og stjórnaði af mikilli röggsemi. Góður kall Ólafur, eftirminnilegu maður og hinn prýðilegasti kennari og ég held hann hafi verið mjög sanngjarn skólastjóri. Hvernig vistin var í þar man ég ekki, en ég man eftir því, ég semst að klára fyrsta bekkinn í gagnfræða og fer svo upp í annan bekk í gagnfræða og þá var maður nú aldrei svaran hlakka til að þetta var síðast skipti ég vissi það þegar þessu leki þá verið skólaskyldan búin. Og svo kom að prófin maður var alveg svoleiðis að hlýta til í þessum prófum og skriftaprófið. Ég var fyrstur með það. Og ég skila blaðinu og hann kennar lítur viltu nú ekki gera þetta aðeins betur en þetta? Nei, þetta er fínt, sagði ég. Jæja, hafðu þetta eins og þú vilt. Og ég fór. Og einhverjum var alveg ræðilega maður. Það var ekki metnaðinu fyrir að fara hér á bæ hvað það varðar. En hér er ég enn, allmörgum árum síðar, þokkalegur til anda, sálar og líkama og er meira að leyfa mér þann munað að rifja upp æsku árin mín. Ekki bara fyrir mig, heldur bara líka svona til þess að leyfa fólki að rýna
aðeins í sögu þessa yndislegu mannesku sem þú átt að hlusta og horfa á. En segjum þetta gott og eflaust gerum við eitthvað nokkra þætti viðbót. Klárum málið.